Þá að hefjast hérna veggspjaldakynning og ég ætla rauninni bara að þakka fyrir mig og afhenda Jóni Ásgeiri Jónssyni stjórnina. Hann ætlar að taka hérna við og stýra þessari veggspjaldakynningu. Takk fyrir mig kærlega. Já, við ætlum að vera með svona örkynningar á veggspjöldum. Þetta eru 10 veggspjöld, hver fær 3 mínútur og við ætlum að taka þetta í stafrófsröð. Það eru 3 mínútur í erindi og þið hafið 10 sekúndur til að finna fyrirlesturinn hérna, annars eru þið dæmd úr leik. Við ætlum að taka þetta í stafrófsröð, þannig að Brynjar Skúlason, þú ætlar að byrja og ætlar að flytja fyrir okkur hægt að auka frostþol hrims. Og svo vera bara tilbúin að stökkva. Næstur Helgi, þú ert tilbúin þá. Erindi mér? Nei, hérna, veggspjöld. 10 sekúndum að. Þetta líka. Ég sé ekki að skjáin, ég sé líka. Veggspjöld hérna? Hrims eða PDF. Hvernig var svo fót upp? Já. Gerir tæknimaðurinn það inni? Heyrir hann í okkur, tæknimaðurinn? Já, í þessu verkefni sem fór fram haustið 2015 prófaði Brynjar frostþol rússalerkikvæmisins Lassima og hrims. Og hann notaði til þess 16 ára gömul tré í kvæma- og afkvæmaprófunum og það var fryst 4 sinnum yfir haustið með viku millibili í september og október. Og í stuttu máli sagt þá kom rússalerkið betur út. Hrimurinn var alltaf með meiri eða oftast með meiri líkur á skemmdum og á þessum tímapunkti sýna 95% öryggismörk okkur fyrir hriminn að það er meiri breytileiki í frostþoli hans á þessum tímapunkti. Já, þannig að hann er einfaldlega minna frostþol en að hausti heldur en rússalerkið og það kemur kannski til að því að hann á einmitt þessa Evrópulerki móður eða föður, annaðhvort foreldri og þess vegna vildum við gera líka könnun á frostþoli Evrópulerkiklónanna sem eru í gróðurhúsinu sem er sem sagt framleiðsla hrimsins og þetta eru 4 klónar, meginklónar og sá sem framleiðir mest bæða frjó og fræi, það er þessi númer 8, þannig að það er svona aðalmóðurinn og svo heita þeir 81 og ég sé bara ekki nóg vel á þetta, 82 og 80 sem sagt. Og það sem við kemur út úr þessu það er að 8 og 80 eru mun haustfrostþolnari heldur en hinir, virðast vera það og 82 er greinilega algjör drusla. Svo mögulega þá er hann að kannski skemma fyrir okkur hvað varðar haustfrostþolið á hrim. Þannig það er spurning hvort að þetta sé klótt sem við ættum að taka úr þessari framleiðslu. Og ef við viljum auka frostþol hrims að hausti þá gætu við farið í bara úrval á Evrópulerkiklónum sem að ganga fyrr frá sér. Þannig munum við geta haft jákvæð áhrif á haustfrostþol hrims. Er meiri tími? Já. Þá ætla ég að nota tíma til að segja það
það mjög vond veðurspá. Á morgun þá þarf að fara að frjóvga hriminn, bera frjóið af rússalerkinu yfir Evrópulerkið og öfugt. Og allir sem verða veðurtepptir hérna í nótt, það verður rúta hérna í fyrramáli fyrir 100 sjálfboðaliða og það gott að fá margar hendur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynjar. Næst ætlum við að fá hann Helga Guðmundsson upp hérna með titilinn Forest Floor to Ocean Floor. Svo það Helena Marta. Það ekki bara fara það. Selveriði Helgi ég er með veggspjaldi Forest Floor to Ocean Floor. Ég vinn fyrir fyrirtæki sem heitir Running Tide. Við erum alþjóðlegt sprotafyrirtæki og erum að vinna að því að festa kolefni til þúsundir ára á hafsbotni. Og í því þá notum við lífmassa og lífmassin sem við notum mestmegnis og hingað til við vera að nota tré og timbur og við leitumst eftir því að vera í samkeppni bíómassa eða lífmassa sem að að fara að grotna niður eða verður brennt á næstu árum sem að losa kolefni aftur út í andrúmsloftið. Og sem skófræðingi, þegar ég sá þetta konsept, þá hugsaði ég bara að þarna komið tækifæri fyrir fyrstu grisjanir á Íslandi. Þannig að það búið að vera mjög áhugavert að vinna við þetta, en í okkar starfi erum við að reyna að þróa og hanna og höfum nú þegar drekkt 10.000 tonnum, við erum búin að drekja 25.000 þurrtonnum af kurli á sjávarbotni á síðasta ári og við erum að þróa, eins og þið kannski sjáu þarna frammi, erum að þróa aðferð til þess að láta lífmassan fljóta í 3 til 6 mánuði og láta á honum vaxa þörunga. Þið sjáu þörunginn Maríusundu eða úlfu þarna frammi, hann hefur verið mest í rannsóknum hérna heima. En við erum einnig að vinna með blöðruþörung sem heitir á ensku sugarcarp, ég skal viðurkenna, ég þekki ekki nafnið á honum í íslensku. En þá pælingin sú að við séum að auka, að við séum að nýta lífmassan áður en við festum hann til þess að draga meira kolefni í sig og svo sökkvi allt saman niður fyrir 1000 metra og með því telst hann orðið bundinn til árþúsundra. Ef þið ekki skoða veggspjaldið frammi og þá getið skoða þá, ég get útskýrt það fyrir þeim sem vilja. Í annarri krukkunni engin þörungur, það íslensku lífmassi, það stafafura og sitkagreni sem á þessari töflu hérna, þar sem ég verið að gera flottilraunir á hversu lengi mismunandi stærðir vaxa og fleira í þeim dúr. En pælingin þessi að geta hannað mótel þar sem við getum verið að koma inn, við getum verið að taka grisjanir eins og brunagrisjanir eins og þau kom inn á hérna áður. Við getum verið að taka lífmassa út sem að nýtist lítið og þess aftar og ég raun og veru að taka það kolefni eins og við sjáum öll þessi kolefnisverkefni í dag og binda þau til eilífðar eða þar til þau koma upp í eldgosi á Suðurnesjum eða eitthvað seinna meir. Þannig að þetta svona heila pælingin hjá okkur og rannsóknarvinnan okkar felst í þessu að reyna að finna resursa sem eru eins og ég segi, munu skila sér mjög hratt út í andrúmsloftið aftur og binda þá þar á móti og reyna að fullnýta það með því að nýta okkur þörungana í hafinu til þess að bæta við eða draga meira úr koldíoxíð í andrúmsloftið. Það spýta þarna frammi, það úr áfanga hjá Bjarnareyri í haust, þar sem við löbbuðum inn í
Grunnafjörð, læk og hann sýndi okkur þar gróðurleifar þar sem það var svona mikið millibil á milli birkigreina sem voru í jarðveginum í mýri og greinin sem frammi fyrir framan hún 7000 ára gömul. Þannig að ég hugsa að við náum alveg að binda til 1000 ár á hafsbotni undir 1000 metrum. Þannig að þetta svona, já, mjög áhugavert og ein leið og alveg klárlega að verða tekjuleið líka fyrir, að verða hluti af tekjuleið fyrir skógana á verðminni lífmassa til frambúðar. Takk fyrir. Þá ætlar hún Helena að segja okkur frá líffjölbreytni í íslenskum skógajarðvegi með nútímalegum aðferðum. Okay. Það er fyrst líffjölbreytni veggspjaldið. Þetta, ekki? Vorum við með eitthvað að leita þess að stækka þetta hérna eða? Svona. Góðan daginn. Við fórum, fengum styrk frá Landsvirkjun, Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar, til þess að hefja ákveðna forrannsókn á líffjölbreytni, þar sem við erum að skoða líffjölbreytni lífvera sem að lifa í jarðvegi. Og það sem að þessi aðferð gengur út á að skoða í rauninni, taka sýni úr jarðvegi og senda þau út til DNA raðgreiningar og það sem að við helsta markmið okkar með þessi rannsókn að skoða hvaða aðferðir eru bestar til að meta heildar líffjölbreytileika til þess að geta vaktað hann. Þannig að þegar við setjum skóg á skóglaust land eða eftir því sem skógurinn vex og dafnar, að þá getum við hafið vöktun á þessum atriðum, ekki bara þeim sem við sjáum ofanjarðar, heldur líka það sem að gerast í jarðvegi, af því að það hellingur að gerast í jarðveginum sem erfitt að finna út úr nema með nýtilkominni tækni sem heitir DNA barcoding. Og þarna fórum við á nokkra staði, þetta voru 31 reitur sem við fórum á og vorum að skoða hvort við gætum séð eitthvað mun á milli þessara jarðvegssýna sem við tókum í mismunandi reitum. Við fórum bæði inn í birkiskóg og furuskóg og okkur langaði til þess að sjá hvort það væri hægt með þessum aðferðum að skoða eitthvað breytileika og hvort við sæjum eitthvað breytileika í jarðveginum. Og ef þið horfið á myndina hérna fyrir neðan á gröfin, að þá sjáum við þarna lengst til hægri, þá sjáum við smá appelsínugula súlur á efra grafinu og það furuskógurinn. Og þessar appelsínugulu súlur, að þær eru að sýna tegundir sem að finnast þá í furuskógi, sem eru til dæmis eins og furusveppurinn sem finnst þá ekki í birkiskóginum. Þannig að þarna sjáum við greinileg merki það að við getum skoðað tegundir sveppa til dæmis. Þetta eru dæmi heilkjörnunga og við fengum alls konar niðurstöður fyrir bakteríur og fyrir sveppi og fyrir heilkjörnunga, þannig að við getum skoðað alveg rosalega margt með því að taka eitt lítið sýni og senda það út í DNA barcoding, raðgreiningu á DNA. Og þetta var bara svona smá útdráttur á hvað við getum mögulega séð út úr þessu. Og það er gaman að geta séð greinileg merki á milli skógategunda og þarna erum við líka að skoða aldursmismun á milli eftir því sem skógurinn vex. Þannig að við erum með mismundi aldur skóganna það inni. Takk.
fyrir þetta, Helena. Þá ætlum við að fá hann Bergsvein hérna upp til þess að segja okkur frá merkum trjám í Eyjafirði. Að eftir honum kemur Brynja með náttúrulegur óvinnandi Birkið Hylu. Og við sjáum líka hvort það verður kannski ykkur tími fyrir spurningar þá bara í lokin fyrir alla. Ef ykkur dettur eitthvað í hug. USB-ið hérna? Nei, hérna? Já, ég er ekki með gleraugu. Já, einmitt. Bergsveinn heiti ég og vinn hjá Skógræktarfélagi Eyfirðinga. Það eru mörg falleg tré í heiminum. Nokkur þeirra eru hérna og mér svo bara talsverður hluti af þeim hérna í Eyjafirðinum. Við höfum aðeins verið að dunda við það núna síðustu vikur, skulum við segja, að hérna búa til kortasjá með þessum merku trjám og það er sem sagt veggspjald þarna frammi með kúðarkóða, þannig að þegar þið verðið veðurteppt hérna, það er ágætt að koma við á þessu veggspjaldi og taka kúðarkóðan þannig að þið komist inn á þessa vefsjá og þá getið dunda við það í dag, morgun og hinn mögulega, að ganga bæinn og finna þessi tré. Þetta er náttúrulega eitthvað sem er alveg kjörið fyrir alla skógareigundur alls staðar að gera, hendi eina svona vefsjá. Þetta er mjög í rauninni einfalt, ég veit ekki hvort mér tekst að kann ekki á þessa tölvu, greinilega ekki. Þetta í rauninni þrír litaflokkar, þetta er sem sagt rautt sem eru, við skulum sjá hvað gerist hérna, hvað ég fæ, förum frekar í þetta. Þetta eru sem sagt sko stórmerkileg tré sem eru, þetta eru reyndar aðalega tré sem eru hérna úr bæklingi sem við gerðum fyrir einhverjum sko 15 árum síðan. Þau hafa ratað í þennan stórmerkilega flokk og síðan eru þarna merkileg tré og síðan álitleg tré. Þetta er allt náttúrulega mjög huglægt hvernig menn fara að því að skipa í þessa flokka. Síðan sem sagt geta menn smellt á þessa punkta, nú sé ég ekkert hvar ég er staddur í heiminum, að þá sem sagt færðu upplýsingar tréð hvenær það er gróðursett og það er reyndar sjaldnast hvenær það er gróðursett af því að það er oft alltaf erfitt að finna þær upplýsingar en það er þarna hæð á því og ef það eru einhverja frekar upplýsingar, það er mynd, og síðan eru hlekkir inn á einhverja aðrar vefsíður ef þess þarf. Þannig að bara endilega kíkja á þetta. Takk. Þá ætlar hún Brynja Hrafnkelsdóttir að segja okkur frá náttúrulegum óvinnum Birkið Hylu sem fannst á Íslandi og Brynjar og Helga ætla að segja okkur síðan eftir það frá Riðþolnum öspum, eða ekki? Já, þetta er svona minnst vísindalega veggspjald sem ég hef gert, en mér finnst það bara það merkilega fréttir að mér langar að gera veggspjald þetta. Þetta er svona meira myndasaga heldur en vísinda niðurstöður. Vonandi deilið þið bara þeirri skoðun. Ég sem sagt fann fyrir tilviljun. Ég var sem sagt að leita eftir 2005 hafa komið með mig hér land 3 tegundir sem lifa inn í laufblöðum birkis. Fyrir þann tíma var engin slík tegund til á Íslandi
og við erum bara að sjá svolítið mun á birkinu eftir að þessar 3 tegundir hafa komið, sérstaklega 2, birkikemb og birkiþela. Og svo þar, ekki síðasta sumar, en þar síðasta sumar fann ég 3. tegundina Phenusella nana sem haga sér eins og birkiþela og líka vespa. Ég var að leita að reyna að kortleggja útbreiðslu þessar 9 tegundar og teka eftir svona, ef við sjáum laufblöðin að skemmdirnar eftir birkiþelu eru stundum svolítið skrýtnar á höfuðborgarsvæðinu. Efri myndir sýnir venjulega skemmdir eftir birkiþelu þar sem laufblaðið bara alétið eiginlega. En svo tók ég eftir svona svolítið laufblöðum sem eru bara svona eins og byrjar átið og svo stoppar það og ég bara kippi þeim með og fer að skoða þetta viðsjá og finn þá bara lirfu að éta birkiþelulirfu. Og sem greinilega náttúrulegur óvinur að nærast á henni. Og það hefur bara ekki verið, eða það hingað til hefur ekki verið staðfestur náttúrulegur óvinur á þessari tegund hérlendis. Þannig að ég var svolítið spennt, og svo fór ég að skoða þetta nánar, þá fann ég fleiri svona lirfur bara á höfuðborgarsvæðinu og svo púpur sem voru líklega, eða voru þessi tegund líka. Ég fann það alveg á Selfossi, Ölfusinu, Hveragerði og mörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, þannig að hún búin að dreifa sér þessi tegund. Og já, ég held að það sé bara mjög góðar fréttir fyrir íslenska birki, því að það verið talað hvort að við getum jafnvel hugsanlega flutt inn náttúrulegan, líka ekki, náttúrulegan óvin. Þannig að, já, þetta bara komið. Takk. Hefur þessi Lilja tegund íslenskt nafn? Nei, það ekki. Hún var að búa þetta. Heyrðu, þá ætlum við að hlusta á smá erindi prófanir á riðþolnum klónum af Alaskaösp. Helga Ösp, passar vel. Kontrollerat, það ekki? Ok, frábært. Já, ég ætla að segja ykkur eins frá prófunum á riðþolnum klónum af Alaskaösp og það hefur alveg árabil verið unnið að skipulögðu kynbótastarfi á Alaskaösp gegn aspariði og það hafa verið valdir klónar úr stýrðum víxlunum sem hafa verið settir í klónasöfn og hafa þá sýnt ágætis þol gegn aspariði og hafa líka aðra eftirsótta eiginleika. En þetta verkefni, það var styrkt af Nora og þetta er samstarfsverkefni á milli á Íslands, Grænlands og Færeyja. Það sem að meginmarkmiðið er þá að sannreyna þá notagildi þessara 9 asparklóna og þá líka að bæta aðgengi að betur aðlöguðum klónum sem að henta þá fyrir skógrækt á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Það voru valdir 25 nýjir klónar úr klónasafninu ásamt á 4 viðmiðunarklónum sem voru þá gamli klónar sem hafa verið notaðir bara árabil líka. Þetta var sett út á 8 tilraunarreitum hér á Íslandi, 2 á Færeyjum og 2 á Grænlandi. Og þetta var gróðasett vorið 2020 og það var núna síðast gerð úttekt í fyrra 2023 þar sem voru gerða mælingar á lifun og vexti og frostskemmdum. En það er gert ráð fyrir að loka úttektin fari samt ekki fram fyrir árið 2026 þannig að við erum ekki ennþá komna með loka niðurstöðurnar. Þetta er bara til þess að gefa ykkur dæmi bara hvernig staðan er og verkefninu núna í rauninni. Okkur vantar aðeins meiri tíma til þess að fá afgerandi niðurstöður. Við erum ekki ennþá komið með þennan marktaka mun sem við viljum sjá á milli klóna og hver gengur best á hverjum stað. En þrátt fyrir það, þá geta þessar nýjustu mælingar sagt okkur það að stór hluti af þessum klónum þeir eru að sýna rauninni
bara góða lifun og góðan vöxt í samanburði við þessar viðmiðunarklóna sem við höfum verið að nota. Og viðmiðunarklónarnir eru hérna súluritinu sem þessu gulu, og menn nýju eru grænu klónarnir. Og þessar mælingar, nýja mælingar eru þá líka að gefa pínu í skyn að alveg helmingur af þessum nýju klónum, þeir eru að sýna bara til dæmis yfir 70% lifun og vöxt, eru komið með vöxtin yfir 35 cm hæð, þannig að í heildina er þetta bara alveg nokkuð gott. Og það eru líka að gefa í skyn að þessi nýju klónar, þeir eru þá að koma koma betur út heldur en þessi viðmiðunarklónar sem við vorum að nota. Þá bæði varðandi lifun og vöxt. Þetta gefur okkur líka ákveðna vísbendingar það hvaða klónar við getum mögulega notað til áframhaldandi ræktunar. Þannig að til gamans að setja upp í töflu þarna hvaða klónar gætu mögulega hentað miðað við það sem eru þá með góða lifun og sína líka góðan vöxt. Þetta ekki náttúrulega loka niðurstaðan, þannig að þetta getur alveg eftir að breytast bara með næstu úttekt, en þetta er allavega staðan núna. Og svo ef við lítum aðeins á tilraunarreitinu sjálfa, þá er alveg ákveðin munur milli reita og milli staða, og það þarf maður líka að hafa í huga að það er náttúrulega bara breytilegar aðstæður á þessum stöðum. Það getur verið mismunandi frjósamt land og rýrt land og svoleiðis sem spilar inn í. En það er alveg ákveðin breytileiki til staðar og milli bæði tilraunarreita og klóna sem við munum þá koma til að meta þá bara eftir næstu úttekt, lokaúttektina. Þannig að það verður bara framhaldssaga seinna, sem við bara heyrum þá meira það þá, hvernig niðurstaðan verður, og við getum þá komið með loka niðurstöðunar eftir það. Takk fyrir. Það eru allir svo tímulega í þessu, það er bara Helgi sem talar mikið. Næst er fyrirlestur eða erindi Skógar Íslands í tíma og rúmi, og Arnór ætlar að kynna það veggspjald. Íris Ólafsdóttir. Já, ég hérna í staðinn fyrir hann Bjarka okkar sem að forfallaðist og komst ekki hingað. Það sem að Bjarki var að gera hér, hann var að búa til kort út frá mæliflötunum sem við erum með í ræktuðum skógum í skógarúttektinni, og þetta er svona millibilskort sem við getum þá sýnt, af því þess er krafist að við höfum svona sæmilega gott kort með sæmilegri upplausn sem sýnir hvar skógarnir eru og hvernig aldursdreifing þeirra er. Þannig við höfum sem sagt tímalínu yfir og staðfræði yfir hvar skógarnir eru að vaxa og hve gamlir þeir eru. Og hann sem sagt bjóð til þá svona ramma fyrir hvern mæliflöt, og sem að þá endurspeglar það land sem hver mæliflötur stendur fyrir, og lagði þetta út yfir landið og bjóð til þá nokkra aldursflokka til að sýna hvernig aldur skógarins dreifist yfir landið. Þetta er svona millibilsástand sem við erum með núna, en næsta stigið í þessari þróun er að taka alla ræktaða skóga á Íslandi og flokka þá niður í aldursflokka. Og það er vinna sem að nýja svið gagna, hvað heitir aftur sviðið? Já, nýja svið gögn sem heitir Gögnmiðlun og nýsköpun ætlar að sjá undir forystu Björns Traustasonar.
og við bíðum spennt eftir að sjá það hvort þegar það verður til. En þetta svona millibils ástand sem við getum notað þetta kort til að sýna þá þeim sem að fara yfir okkar bókhald, loftslagsbókhald, að við höfum sem sagt nokkuð gott kort yfir dreifinguna. Ég held ég hafi þetta ekki lengra og bara bið ykkur að fara fram og lesa þetta og kynna ykkur þetta eins og við getið. Manstu aftan hvað flatarmálsvegi meðal aldur ræktast tré á Íslandi? Hvað það orðið gaman? Ég hef ekki tölu, ég reiknaði út í fyrra sem sagt eftir tegundum, eftir trjátegundum í ræktaða skóginum, þá eru, og þá var ég með þessar helstu trjátegundir sem sagt birki, stafafuru, sitkagreni og lerki og alaskösp, og allar þessar tegundir eru það bil 20 ára gamlar, rétt rúmlega 20 ára gamlar, svona 22-23 ára. Það meðal, flatarmálsvegi meðal aldur. En svo var ég líka með rauðgreni og það var með miklu hærri meðalaldur, það var rétt tæplega 50 ára. Sem sýnir eiginlega að, þú veist, úrtækið sem við erum að vinna með, það að virka, sem mjög fínt. Ég taka fyrir, ég hef ekki meira það. Takk fyrir Arnór. Heyrðu, ég hoppaði fram hjá Helenu, hún er með annað veggspjald, forsmitaður hvítsmári sem fóstra fyrir birkiplöntur í ógrónu og hálfgrónu landi. Með fínir titlar. Stutt og lag, gott. Sko. Þetta sem sagt annað verkefni sem við fengum styrk frá Orkurannsóknarsjóði Landsvirkjunar til þess að skoða. Og það sem vakti mestan áhuga okkar sem sagt, og var til þess að við sóttum þennan styrk var í rauninni það komin sem sagt, það hægt að kaupa forsmita hvítsmárafræ og hingað til þá hefur hvítsmári verið notaður mikið svona í landbúnaði og svoleiðis, og tilraunir hafa ekkert endilega sýnt mjög góða raun að setja hvítsmára með plöntunum að því að spírunin ekki mjög mikil, eða hefur ekki verið mjög mikil. Það sem okkur langaði að gera var þá að skoða hvort það væri möguleiki að það að fá smárafræið forsmitað sem sagt með smitinu sem að hjálpar til við vöxt smárans og lifun hans og hvernig hann dafnar ef við gætum sett forsmitað smárafræ og fengið þannig í rauninni betri árangur af því að nota hvítsmára með gróðursetningum í Rýrland þar sem að hvítsmári hann nitubindandi tegund og hann sem sagt tekur með hjálp baktería nitur úr andrúmsloftinu og færir það þannig inn í hringrásina og tilgangurinn var þá að sjá hvort að við gætum komið hvítsmáranum betur til með því að nota þetta fræ og minnka þá áburðarmeðferðir hjá gróðursetningum í mjög rýru landi og svo hálfgrónu landi hins vegar. Og þetta eru svona fyrstu niðurstöður og það sem þið sjáið hér að því að við ákveðum líka að skoða þetta út frá áburðarmeðferðum. Þannig að þetta í rauninni tvíþætt meðferð. Annars vegar vorum við með hvernig við, ef við horfið á efragrafi hér, þá það hvernig við sáum hvítsmárafræinu, af því að við vildum líka skoða hvort það væri hagkvæm leið til þess að gera þetta. Það væri náttúrulega þægilegast að geta bara sáð þessu í bakkana og farið svo út með plönturnar og sett þær niður og það myndi ganga vel. Við prófuðum að setja hvítsmárafræið
10 dögum fyrir, þannig að það væri búið að spíra í bökkunum. Svo settum við það bara yfir bakkana áður við löbbuðum með plönturnar út og svo fórum við með plönturnar þar sem við vorum ekki búin að setja hvítsmárafræði í og settum plönturnar niður og dreifðum svo hvítsmárafræinu í kring. Það var aðferðin, þessi síðastnefnda, sem kom best út hvað varðar spírun smárans og það sjáum við á ljósbláu súlunum efst. Að á Norðurlandi og Suðurlandi í rýru og hálfgrónu landi, sem sagt ógrónu og hálfgrónu landi, vorum við að fá besta spírun á hvítsmárafræinu ef við dreifðum því bara í kringum plöntuna í staðinn fyrir að vera með einhverjar glóríur með að stytta okkur tíma eða spara okkur tíma. Hins vegar þá notuðum við líka áburðarmeðferðirnar sem eru við vorum til dæmis með Osmocode sem sem sagt seinleystur áburður og við vorum að skoða hvort að molta gæti verið góð í þessu samhengi og svo vorum við með trjákorn sem sem sagt fljótleystur áburður og svo prófum við að setja líka rígresi með til að sjá hvort að það að binding jarðvegarins væri sem sagt það væri betra að hafa meiri lífmassa strax í byrjun. Fyrir fyrstu niðurstöðurnar okkar lúta aðalega að hvítsmáranum sjálfum og það sem við sjáum einna helst er að notkun á seinleystum áburði virðist virka betur fyrir spírun smárans heldur en hinar meðferðirnar og það sama átti við þegar við notuðum moltu, hvort sem að henni var blandað í jarðveginn og plöntunni svo stungið í eða sett ofan á jarðveginn og plöntunni stungið þar ofan í. Þannig að við notuðum þær tvær mismunandi aðferðir. Þannig að þetta svolítið flókin tilraunauppsetning en að því hún tekur á mörgum áburðarþáttum og þessum 3 mismunandi gerðum af sáningu hvítsmárans en lofar góðu í að fá einhverja niðurstöðu í það hvernig við getum notað hvítsmáran til þess að hjálpa okkur og hvort við getum notað hann. Þegar það svo mikilvægt að geta fengið meiri og hraðari umsetningu á næringarefnum og svona næringaríkari jarðveg á þessum ógrónu svæðum sem við erum að reyna að fara inn með gróðursetningar. Við viljum fá meiri lifun, við viljum fá meira og hraðari, að plönturnar ná að komast hraðar upp, alveg frá upphafi. En endilega skoðið þetta betur og ég skal útskýra þetta betur líka á eftir. Takk. Þá síðasta erindið, það umhirða ungskóga, nýr leiðbeiningabæklingum með nýjum áherslum. Valdimar Reynisson, gjörðu svo vel. Ég sá þetta allavega á stóru skjánum. Svona, hvernig stakkaði verða þetta? Ctrl L. Svona. Já, sælveriði. Þetta nú eiginlega svona eins og stiklað fyrir bíómynd því að bæklingurinn ekki komin út en svona aðeins til að svona sýna besta stöffið úr honum þá ákváðum við að setja að hendi í þetta veggspjald og svona kannski til að kynna svona þær helstu breytingar sem við leggjum til frá eldri bæklingi. Þetta nú búið að vera dálítið löng vinna, góður hópur og ég var svo heppinn að fá að vera teymistjóri í þessu teymi sem að fjallaði þetta efni. Við tókum eldri bækling sem gefinn hafi verið út 2010 ef ég man rétt og fórum að rýna í hann og vorum beðin að endurskoða þennan bækling. Og svona það fyrsta sem að
svona kom upp hjá okkur var að það þyrfti kannski að einfalda aðgerðirnar svolítið, sérstaklega fyrir snemmgrísjuna. Og þannig að við fórum í það að svona minnka þessar mælingar út af því að við erum að vinna í ungum skógi og það tekur óbúslega mikinn tíma að vera í skógmælingum. Og til að flýta fyrir og gera hlutina aðeins einfaldari og jafnvel einfaldari fyrir skógareigandan sjálfan að meta skóginn hvort hann þurfa að fara í aðgerðir eða ekki, eða hvort hann hendi í það, að þá fórum við að ákváðum að fókusera á þéttleika og fjölda gjáðatrjáa sem punktinn fyrir það hvaða aðgerðir við færum í. Og þetta er náttúrulega miklu fljótlegra en við mælum út af því að taxtinn þannig að það yfir og undir 7 cm í brjóststæð sem er borgað trjágjald og þá það tekið líka í úttektum. Metur líka hvað mikið hlutfall af tvístofnatrjám og það sem við köllum rusltré sem eru þá bara tré sem hafa orðið undir í samkeppninni. Annað sem við breyttum og svo bjöggum við til, þið sjáum töfluna þarna fyrir neðan myndina og myndin sjálf þarna uppi, skemaritið, það er svona þægileg leið til að horfa á þegar við erum að meta skóginn út í felti og getum við mjög fljótum hætti svona gert okkur grófa grein fyrir því hvað við eigum að fara að gera og hvort að skógurinn henti það að fara í snemmgrísjun eða í nýjan flokk sem við bjuggum til sem heitir bara einfallega tiltekt og tiltekt í rauninni bara að taka út óæskileg tré. Það er að taka tré sem eru vargar, þess að taka mikið pláss og verða ekki góð timburtré og að taka bara rými frá hinum sem eru betri, taka undirmálstrén og taka allt svona sem óæskilegt í burtu. Og þetta flýtir fyrir grisjun seinna og bætir í rauninni ástand skógarins. Við fáum, með við farið í þessa snemmgrísjun eins og Hrefna nefndi í fyrirlesturinn í fyrra, þá erum við að fá betri og meiri afurðir út úr grisjuninni. Svo vil ég benda ykkur á þarna sem lengst til hægri hjá ykkur, það þarna svona skífur, þær hefðum mátt vera aðeins stærri á plakatinu en þær eru fínar í bæklingnum þegar hann kemur út. Hann í vinnslu hjá Fífu, hún að setja hann upp. Þannig eru svona skífur og með skýringar við hliðina á sem segja hvaða umhirðaaðgerðir hafa verið gerðar og við sjáum þarna á áhringjunum, á skífunum, hvaða áhrif umhirðan hefur. Þá alveg að líða að hádegi, ef við kannski að sjá hvort það sé eina eða tvær spurningar til einhverja hérna sem voru að kynna fyrir okkur veggspjöldin. Ég sé engar hendur á lofti þannig að þið spyrjið bara hérna frammi og við förum bara að fá okkur að borða. Takk fyrir.